Góðan daginn og velkomin í þátt númer 115 hér á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu óð. Nú í dag er 50-dagurinn 8. júlí. Ég er nokkrum dögum á undan minni venjulegu 2 vikna frests þáttaútgáfu. En það er nú bara einfaldlega því að við erum að byrja í sumarfrí á morgun og ætlum að fara í frí út á land og bara vinna upp útileguferðirnar sem við komumst ekki í síðast sumar. En ég vildi endilega skutla hérna í þátt af því að ég er með 3 bara þokkalega stór klár og sit nú í einu og hérna vildi sýna ykkur það stutt í 4. stóra klárið. Það verður vonandi þá bara næst þegar ég kem hérna ásamt einhverju ýmsu öðru skemmtilegu. Nú þannig að það eru klár, það eru verk í vinnslu og svo kom smá dót frá Amsterdam í poka og já, ég er með afslátt á sokkasnákum og töskum inn á læksíðunni verkefnatöskur Helgu / sokkasnákar Helgu og það verður bara þar að lulla sér á meðan eitthvað til þar. Já, þannig að það er svo sem ekkert eftir neina að bíða. Ég er í einu af klárunum Diafanusraglan. Allt í rugli hérna því að já, hérna er þetta að ég er að undirbúa fríið og það þarf að undirbúa garn og alls konar. En þetta er þessi peysa uppbúsins falleg eftir Jessie May Martinson of Jessie Made Designs og þessa uppskrift fekk ég á Ravelry. Ég notaði í þetta augnablik. Það var svo spontant hjá mér að fara að taka þetta upp að ég er svo illa undirbúin en ég allt í einu aukudagi ég ætlaði að gera þetta fyrirmáli en ég verð bara alltof upptekið með að undirbúa brottför. En í peysunni er Dolce Kit Mohair sem að ég fekk í gallerísnotru. Þetta eru 50 grama hespur og það eru það bil 150 metrar á hespunni og þetta er 60% Kit Mohair og 40% akríl ásamt einum þræði af Kit Silk frá Drops og í því höfum við 25 grömm 210 metra, 75 grömm mohair og 25% silk og þetta er litur 02 eða svartur og 200 svartur og það er alltaf það sem ég nota. Þannig þá er alltaf eitt þráður af þessu en í ermunum er bara þetta eitt og sér. Og ég notaði 3,5 mm prjóna í stroffin, 4,5 í kroppin og svo þegar ég tók upp fyrir ermunum þá fór ég í 5,5 með restina af ermunum. Og hún er mjög stutt, ég hef hugsað hana svona að nota hana utan yfir kjól og þetta verður bara svona, ég hafði bara ermarnar með engri úrtöku en neinu ekki fyrir að koma að stroffinu. Þá gerði ég úrtöku og svo bara stroffið og hún er bara svona stutt sko. Þannig að ég veit ekki hvað ég var að mikla fyrir mér þegar ég byrjaði á henni. Ég var bara í einhverja örfá daga. Þú veist, ég var byrjuð á öðrum megin, annar erminn hérna. Svo var þetta bara, ég veit ekki, þú veist, það var með allar þessar peysur. Það voru allar eitthvað svona yfirþyrmandi en svo bara gekk þetta þegar ég settist niður og tók bara eina fyrir einu og rumpaði af. Þá
gekk þetta. En þannig að ég er búin að fara yfir þessa og er að bráðna í henni. Þannig að ég ætla að hafa peysuskipti og fara í Maya Cardigan eftir Helen Magnússon. Nú og hér er Maya Cardigan eftir hana Helen Magnússon. Það var sérst eitthvað samprjón sem ég ætla alveg að taka þátt í, en var semst að taka þátt í núna þegar allir hinni voru búnir. Ég var átti rosa lítið eftir þegar ég sýndi ykkur hana síðast og hún var náttúrulega, þú veist, mesta vinnan var hérna. Svo er hún prjónuð í hring og það er bara klippt upp og hérna saumað upp. Þannig að þú veist, maður var ekkert í neinu munsturverkefni að prjóna fram og tilbaka eða eitthvað svoleiðis. Og ég notaði Lock Lomono BC Garn 100% organic ull sem ég fekk líka í Galleri Snotru. Ég fór yfir alla litina í síðasta þætti. Þannig ég er ekkert að endurtaka það núna. Og ég er búin að þóna. Og þetta er bara dásamlegt garn. Þetta er bara algjörlega fyrir mig komið í staðinn fyrir léttlópana því ég get ekki unnið með ísteks léttlópanum. Smá saladrykkur hérna. Svo að ég mæli heilsugar með þessu. Lock Lomo Bio. BC Garn til í Galleri Snotru hér á Akranesi. Og já, eins og að þú segir, Maya Cardigan eftir Helen Magnússon og ég held ég að tala nánar hvaða prjónastærð ég notaði og þess aftar síðast, þannig að ég er ekkert að fara ofan í sauman á því núna. Heldur er bara aftur peysuskipti. Og þá er ég komin í peysuból sem ég get verið í á þess að kafna. Og þetta er Alhó peysan eftir Anna Johanna. Hún var gerð úr einum þræði á móhair og einum þræði á svona light fingering. En ég notaði bara fingering, grólegan. Og ég var að nota Madeleine Toss Eurosock. Endaði í 4 litum af 6. Þetta var svona 6 lita feitsett sem ég keypti út í Ameríku og lét drösla fyrir mig heim. Og hérna ég notaði 3 mm prjóna í stroff og 3,5 í bólinn. Hann á að vera langarma en ég nefndi ekki meiru. Alveg komið upp í koka og að vera með svona mikið droll í gangi svo að þetta er bara svona sumarileg stutterma. Það verður fín í fríinu. Og hérna bara mjög ánægð með hana. Ég er bara svo ógeðslega hamingjusöm með að vera komið svona langt með að klára hérna þennan uppsafnaða peysu og handavinnu lista. Og ég get bara hérna hreinlega hakað við 3 peysur á to-do listanum. Og er langt komið 4. sem ég ætla að sýna ykkur núna rétt bráðum. Síðan er það bara sokkasnákarnir og teppin sem eru sem ég er að vinna í, en það er komið 1 tilbúið verkefni í póka sem ég er ekki búin að flytja upp á. 1 eða 2, en já, ég fer yfir þá eftir. Það sem ég er að vinna svo núna í af miklu móð er The Everyday Sweater sem er líka búin að vera á prjónunum síðan eftir tímann, hún árið. Og hún er eftir Selina Deichring
og svona halda aðeins. Þetta sérst uppskriftin sem ég að stigast við. Af því ég náttúrulega bara alls ekki að nota uppgefið hráefnið í hana. Ég reyndar að nota sömu prjónastærð, 3,5 mm í stroff og 4,5 í búk og ermar. Og ég að nota hérna Bubbles garnið frá Kristínu í Vatnsnes. Þetta Pride liturinn 2020. Ef ég nógu snemma á ferðina á morgun, þá ætla ég að hrynja inn í búð hjá Kristínu í Skrúðvangi. Annars þá bara eftir helgi, ef ég fer þá leið aftur heim, kemur bara ljós. En þetta sérst eina ótekna hespan, hún mjög ólík hinum allavega svona í hespinu, en þarf svo ekkert endilega að vera það. Handlitagarn. Þannig að ég, þrátt fyrir að garnið sé svona busy og það sé allir þessi blúpar og þetta, þá ég búin að vera rosalega mikið að nota hérna hílkala aðferðina við að blanda saman litunum. Og ég á ekkert rosa mikið eftir í rauninni á búknum. Þær eru óbúslega djúpar og stórar ermarnar, það sést bara ekki á þessu. Í rauninni eiga bara að vera, sko maður mælir 48 cm hérna frá stroffinu hér og niður og þá byrjar maður að gera stroffu á búknum. Ég ætla nú kannski að hafa hana aðeins síðar en það. Og svo bara svona juicy ermar og hún verður æði. Ég elska þessa kúlur. Ég var að spá ég að hafa hana á röngunni. En mér finnst svona aðeins svo mikið busy þannig, svona. Þannig ég ætla að hafa hana á svona, sléttunni. Og sko, ef satt skal segja, þá þetta trufla garn. En ég verð pínu lúin að prjóna það út af öllu þessum kúlum í því. Og það svona misrykt, þú veist, hérna kemur svona sléttukafli, svo kemur rykt og svo kemur stundum alveg rosa rykt og svo slétt. Og ef maður stöðugt að vinna í þessu þá getur það verið pínu líjandi. Þannig að ég hef verið að grípa í hérna Granny Stripe teppi sem ég að hekla með tvöföldum þræði sem ég margótt búin að sýna ykkur og ákvað að vera ekkert að drösla hérna inn í þetta gegg. Tek það bara næst af því það, þú veist, maður alveg, ég kannski búin að gera 6-7 umferðir síðan að við hittumst síðast. Þannig ég ekkert að eldast við það. Að vera vesenast að sýna ykkur það í hverjum einasta þætti. En þannig að þetta verkefni verður mögulega samt skilja eftir heima, þessi peysa. Að ég búin að taka svo mikið öðrum til. Þannig að hérna, en já, það alltaf, það má alveg vera eftir heima. Þá ég bara mega peppið að klára það ekki með heim. Síðan var ég að græja hérna í dásamlega fallega pokan sem Edda í Gatbúðarti gerði fyrir snákasokkavillingin. Ég búin að vera að undirbúa það prjón. Af því þegar maður á ferðinni í bíl þá ekkert hlaupið að ég vera að þræða snáka upp á 2,25 mm prjóna. Og þegar kona á svolítið mikið af þeirri stærð prjónum þá getur hún útbúið slatta af settum. Hér sérst kemur stroffið og tásunar og svo á ég eftir að finna hvar ég set hælana. Og ég búin að gera hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6 sett til í bílaprjón. Og hérna ofan í eru svo hælar og stróf, tá og allt það. Það bara hvítur stepp, austumannsstepp og grænn austumannsstepp.
glimmer rekja, grár og svartur glimmer rekja. Svo hérna svona jólarauður og jólagrænn frá sem það miði hérna. Leggja þetta allt í rúst, ég var búin að raða svo fínt og annað ekki tilbúið. Hérna hot sock pearl með kasmír. Þetta til í gallerísnotur og líka svona litaskipt, rosa skemmtilegt. Ógeðslega mjúkt. Og ég er búin að skipta þessu öllu upp, þannig að þú veist, það eru 2 hespur af hverjum lit og þannig að, og þú veist, já, það var ekkert að flækjast og ekkert að vera vesen. Þetta hins vegar allt eru jólasokka litir. Þannig að ég er að gera hérna Christmas in July sokka fyrir aðvendu sokka safnið mitt. Ég ætla að leita eitthvað tusku inn og svitna svo rosalega glasi hjá mér. Ég kannski bara þarf að drekka hraðar. Nú, þannig að þetta fer fram í hjá mér. Þessi hérna sem ég er alltaf með út í bíl, tuskuprjónapokan, tók ég með inn til þess að fara yfir og bæta í hérna, já, orðið bara svona afgangs sugar and cream bómullegat. Þannig að ég er að fara bara að nýta þetta saman og þetta er svona alveg sjúklega þægilegt bílaprjón og ég keypti þessu einfaldlega með mér inn til þess að taka upp úr tilbúnar tusku sem áttu bara eftir að ganga frá og sækja meira af svona bómullagatni sem ég vissi að ég ætti hérna inni. Þannig að ég er búin að full ganga frá þessum 4. Það er bara að þvoða og koma þeim í gagnið. Það er að tekka stelpunum mínar rosalega hrifnar af þessu. Þannig að ég er að tekka á tuskustöðinni hjá þeim. Ég er voða föst í einhverju öðru. Afsakið. Ég er bara rosa þaust. Það hefur verið að hreinsa gamla málingu utan á húsinu hjá okkur og utan alltaf ónýta múrin og allt þetta og það kemur bara ryk inn hverja smugu hérna, eða svo leiðis. En af því maður getur ekkert lofta út en þetta er óbúslega þurrt loftinn inn í okkur. Svo sýndi ég okkur daginn að ég var búin að gera 2 peysur á eina á Hrafntinnu og eina á Valdísi. Og það var bara svona, ég gerði þær bara í Þingvallar útilegun okkar. Hérna með marine sweater, marins peysuna. Og ég ætla að gera 2 á tvíburana. Þær dúlurnar voru hérna hjá okkur í gær. Hvað eru svo litlar og sætar. Algjör dúkkur, 9 mánaða. Og mjög langar og grannar. Og önnur er alveg trillta gleði út í þetta líf og finnst allt ógeðslega fyndið og skemmtilegt á meðan hinn svona aðeins alvörugefnari og þær eru svo ólíkar bæði útliti og hegðun og allt. Man finnst eiginlega bara hálf furðulegt að séu tvíburar. En ég ætla reyndar að á Hrafntinnu og Valdísi var ég með grófari prjónin á 5 mm og 4 mm stroff og það og af því að það eru svo óbúslega grannar og þá ætla ég að fara í 3,5 mm prjón með stroffið og 4,5 með búkinn og það og mögulega bara ég átti að heyra í önnu hvernig peysan, hvað hann síð á Valdísi, mögulega síkka ég hana þá bara okkuponsu í staðinn á þær söstrene og þetta kemur með í útileguna. Jú, ég ætla alveg að vera að labba bæina og fjöllin og allt það. En, þú veist, maður þarf að hafa nótaskiptana. Síðan kom svilkona mín loksins til mín og valdi sér í
afmælisgjöfina sína sem er sjal sem ég ætla líka að gera á mig en ég er búin að vinda upp í hennar sjal. Byrja á því, að sjá. Það er svo fallegt. Ég hlakka svo til að byrja á því. Þetta Stephen West Striped Asian. Sjáu hvað hann er gorgeous þessi drengur. Við ætlum að gera stærri típuna og hún valdi Life in the Long Grass sett sem að ég var nýbúin að fá og hugsaði með mér ef hún velur ekki þetta þá dettur mér allar dauðar. Og hún valdi það. Hún vildi fá bara svona einleitt kidsilk mohair sem að þú veist er ekkert eitthvað crazy. Þetta er litur númer 20 og Henna Rose heitir þessi innspinna frá Life in the Long Grass. Við erum með 2 hespur af því og 4 mm prjón og hinn heitir Weathered. Og hann er svona, það eru svona pínu speklar í honum. Laka óslega til að byrja þessu. Og ég meira að segja að þú veist, ég var svo peppuð fyrir þessu öllu í morgun að því að þið vitið, þið sem að nota hæja, hvað hann getur verið leiðilegur þessi. Þá fóru allir í bað hjá mér og fóru enginn aftur honni í pokan sem er að fara í notkun. Ég var bara að laga þessa sem ég var að fara að nota. Þannig ég var að laga, þú veist, þannig að það er ekkert svona kink í þeim. Sérstaklega eins og fyrir allt sokkadæmið þarna. Þannig að ég tók þessa líka sem ég var að fara að byrja að fitja upp á. Ferðalag. Það voru bara komin 4 pokar í. Það drepur engan. Svo ætla ég að gera mér líka Striped Asian og Haines House Yarn ætla ég að nota. Rustic Fingering Jasmine's Cake heitir þessi bleiki helgulegi og Dusty Dimples Faiuli Morte, nei ég hef ekki guðmynd hvað þetta heitir, þessi litur. En oh my god hvað eru fagrir og svo litaði ég þetta mohair. Maður reyna að tróða bláum þar sem maður getur, þó ég get ekki verið með hann alveg hér, og getur hann alveg verið á milli sín, þarna í neðri partinu. Og þetta er bara saman sem reddi. Ég ætlaði að prjóna þetta samhliða en ég nenni ekki að vera að taka bæði sjölinn með mér í ferðina. Þannig að hún fer að njóta vafans, svilkon mín og ég byrja á hennar. Ásjúr. Síðan er ég búin að tína okkuponsu til. Ég langar að nota þetta og þetta saman í einhverja brjála svona bölki opna peysu. Þetta er lína frá Hex mohair og West Yorkshire Spinners frá Capoetu. Langar óbóðslega að setja það saman í eitthvað partí. Katja Look sem ég keypti í gatbúðinni sem er búið að loka á Akureyri í hittifyrraldi eða sumarið þar á. Ég sé haldi bara 2 þráðum saman og gera eitthvað svona bara plain peysu úr því. Og annað er eiginlega ekki komið á eitthvað brjálaðan lista hjá mér. Ég er bara ennþá svo
eitthvað róleg með að vera með svona fá verkefni í gangi. Þetta eru fá með að hvað ég get oft verið geðveik í þessu. Er ekki alveg hjartanlega sammála því? Jú. Herðu, en þá erum við komin að því sem datt í pokann. En ég fekk að pröfuprjóna eða gera sýnishorn, ég man ekki hvort það var, fyrir Stephen í vetur úr Spin Cycle Yarns og það er náttúrulega búið að tala alveg sjúklega mikið um þetta í prjóna heiminum og hvað hæpið sé og akkur er þetta svona dýrt og eitthvað svona. Veistu það? Mér bara, já, þetta er ekkert gefins, en það er bara eitthvað við þetta. Þetta er svo ský og ég ætla að vera að byrja að safna þessu. Ég er að vera 50 í haust og ég hlýt að fá eitthvað þannig að ég geti fengið mér fleiri svona gauðra. Ég ætla alveg að panta mér fleiri hjá Stephen and Penelope en hinn liturinn sem var til er rauður og það er bara eitthvað sem að mér hugnast ekki í mína palettu en ég bara held að fara að hafa augun opin og hefði vissulega beðið með að panta þetta ef það hefði ekki verið fyrir tilstillan þess að loksins voru flúps til. Þessi hérna litlu skemmtilegu tæki. Og þá bara, þú veist, fékk ég mér eitt svona gaur. 4 poka af flúps sem að fara núna beint í litlu budduna undir svona til þess að nota pompanauðlykja eða maður er að gera kapal eða vantar prjónamerki sem hægt er að fjallæja eða bara. Þannig að ég fékk mér 4 pakka af því að hvað pantar eru oft vörur frá Amsterdam í dag. Þetta er eitthvað svo ótrúlega skemmtilegt fyrirbæri. Þetta er bara svona eins og tannstöngul. En hann er bara svona mjúkur. Það er eins gott einn söngfélagi minn úr Kammerkórnum komist ekki í hann. Hann er alltaf með tannstöngul upp sér. Rétt tekur hann út sér með að vera að syngja. Hann bara ekki að koma nálega þessu. En þetta er eitthvað sem að ég bara varð að eignast. Þið bara vitið alveg hvað þetta er. Og fyrst ég var þarna inni og það var eitthvað póstburðagjald og bras og eitthvað. Og ég nýbúin að vera að vinna með hérna Lola Bean Yarn. Ég er með í pröfuprjóni fyrir Stephen. Þú veist, þá fer maður að kíkja á litina og ég var svo sem, það er eitthvað podcastari sem notar þetta alveg brjálæðislega mikið og ég bara fór sko þetta. Og ég sé það að hún er bara með hérna línu fyrir mig. Þetta er svo sumarlegt og fallegt. Þetta er allt saman grunnurinn. 100% Superwash Merino. Fingering gróleiki. Þannig að það eru 400 jardar í 100 grömmunum. Og þessi litur heitir Salt Water Taffy. Það er svona bara hvítur með svona litlum voða fallegum sumarlegum speklum. Síðan er það Electric Youth. Þá eru komið pínu svona meira crazy. Aðeins þéttara. Og svo er það Spring Has Sprung. Þessi bleiki með aprikósu jumulaði. Og ég held að ég bara eigi eftir að sofa með þetta í nótt. Í fanginu. Ég þarf að finna þessu eitthvað dásanlegt hlutverk. Þannig að ég gerði bara vel við mig. Og það er bara, ég átti það bara skilið. Hún var rosa dugleg. Búin að vera hérna þá góðar umsagnir frá læknum
ég er búin að ná að bæta mig brjálæðislega í hreyfingu. Sjúkraþjálfur minn fór í frí en hann fór rólegur í frí af því að vissi að nuddari minn væri ekki í frí, þannig að ég var ekki í henglum þegar hann kemur tilbaka, en ég líka fara í svona smá æfingafrí. En ég er alveg staðráðin í því að þessa daga sem ég er í húsi, þá fer ég á æfingu. Af því að það er svo geggjað að líða vel. Svo geggjað að vera ekki alltaf alveg bugaður af verkjum. Og þannig að ég fór til nuddara míns áðan og er alveg búið mikið að þetta var allt orðið alveg svaka stíft. Við vorum að skipta æfingaprógram, erum að flytja okkur aftur yfir í crossfit æfingar og ég er búin að vera að þyngja ógeðslega mikið, þannig að ég er orðin bara bila sterk og ógeðslega ánægð með mig. Þannig að ég ákvað bara að já, og svo er búið að ganga vel að selja og ég er búin að vera að selja líka sjöl og sokka og eitt og annað sem að ég bara kemst ekkert yfir að nota og ég hef bara pínu móralegur í að þetta hangi bara upp í hillu, þannig að ég er búin að losa aðeins það og þannig að ég bara naut þess að leyfa mér að fá mér svona gott splæs. Og já, þannig ég bara er að fara rosa spennt í frí. Fyrst allavega að þvælast aðeins, svo komum við heim, undirbúum veiðitúr og svo reyndar Helgi bara í 3 vikna frí af því hann tók upp að skipta vinnu í vetur og það fokkaðist allt upp náttúrulega sumarfrísdagar og svona, en það verður fullt frí næsta sumar. Þannig ég fyrir bara rosa glöð og spennt inn í frí. Vona svo bara að húsið verði búið að taka stórkostlegum breytingum, ekki kannski þegar ég kem úr þessum túr, heldur þegar ég kem kannski úr veiðitúrnum. En þeir eru allavega komin á fullt aftur að kom datta aðeins niður hjá þeim, voru að vasast í ykkur öðru, en núna komu þeir og eru búin að djöflast í dag og ætla að vera alla helgina. Og já, þannig að ég bara hlakka svolítið mikið til þess að komast frá húsuna því það er rosa lýjandi að vera með svona stöðugt svona höggbor og slípirokk og eitthvað utan á húsinu. Þannig að ég veit ekkert hvenær næsti þáttur kemur, en það er allavega þáttur núna. Ég samt er bara það mikill pappakassi að það verður ekkert eitthvað svaka mikið þú veist, rugl í gangi með það. Ég tek þátt væntanlega eftir rúmar 2 vikur á mánudegi ef að ég verð á svæðinu sem ég verð ekki. En þú veist, hei hó, látum bráða að reyna. Þá bara eftir 3 vikur eða eitthvað. En ég bara er ógeðslega glöð með þetta sem ég er búin að ná að koma úr pókunum. Séð það núna að það er algjör óþarfi að eiga svo mikið af verkefnapókum, en þá er líka alveg full ástæða til þess að fara að fylla á aftur að eitthvað nýju og geggjuðu fyrir veturinn. Ekki maður láti þetta sitja tómt upp í hillu. En svo er aldrei að vita nema eitthvað slæðist í pókan á þvælingi okkar. Það var ekki að komast inn á Akureyri í gatni gangi í búðina og svona, en við sjáum til. Við erum að fara í frí, það verður ekkert í forgangi að fara í húsleis, en ef við verðum á svæðinu þá vissulega er ekki nefið til Sveinu og Kó og mögulega í Skrúðvang, Dóttir Dævarks, Siglufirði, Systarbönd, en þú veist, sjáum bara til. En allavega, þangað til næst, þá bara óska ég ykkur góðra og gleðilegra handavinnuvikna og við sjáumst síðar. Takk fyrir og bless bless.